Komið í sæl, börnin góð. Annar hugrakkur leiðtogi sem trúði á boðskap Babsins og sagði fólki frá honum, hét Vahid. Borgarstjórinn sendi hermenn til að berjast við hann og tvístra vinum hans. Þegar Vahid heyrði að þeir væru á leiðinni, sagði hann við einn félaga sinn að hann skyldi fara ásamt 6 öðrum mönnum á móti hermönnunum. Finnst ykkur það ekki fáir menn til að mæta þjálfuðum her? En nú skuluð þið heyra hvað gerðist. Vahid sagði þeim að hrópa 7 sinnum þessi orð, Allahu Akbar, sem þýðir Guð er mestur. Síðan áttu þeir að þjóta út á móti hermönnunum og tvístra þeim. Mennirnir 7 voru svo trúaðir að allt í einu virtust þeir vera margfalt sterkari en venjulega. Hermennirnir lögðu fljótt á flótta. Er það ekki dásamlegt hvað trú okkar á Guð getur hjálpað okkur mikið? Nú jæja, áfram með söguna. Þá nótt sagði Vahid þeim sem með honum voru að laumast hljóðlega í burtu. Konan hans og börnin þeirra voru send heim til föður hennar svo ekkert kæmi fyrir þau. Síðan hánótt yfirgaf Vahid borgina án þess að nokkur yrði hans var. 2 elstu synir hans og 2 aðri vinir hans fóru með honum. Á daginn földu þeir sig upp í fjöllunum og bróðir Vahids sem átti heima í nágrenninu sendi þeim mat. Sama dag kom ein herdeild borgarstjórans sem var að leita Vahid og gerði húsrannsókn hjá bróður hans. En auðvitað fundu þeir hann ekki. Vahid og félagar hans fóru nú í ferðalag. Þeir stönsuðu í hverju þorpi og fluttu boðskapinn hina nýju kennara og nýja dag sem var runnin upp. Að síðustu komu þeir til staðar sem heitir Neirís. Hér flutti Vahid aftur boðskapinn og fleira fólk kom til að hlusta á hann. Það komu svo margir að Vahid óttaðist að borgarstjóri myndi aftur senda hermenn gegn þeim. Þess vegna sagði hann þeim sem höfðu komið með honum að fara til gamals virkis sem var það stutt frá og gera það eins rammgert og mögulegt væri. Seinna var hann sjálfur að hafast við virkinu. Vahid reyndist sannspár. Borgarstjórinn lét þá ekki í friði. Hvað eftir annað gerði her hans árás á virkið. Í virkinu voru aðeins 72 menn. Margir þeirra voru annarkvort gamlir menn eða ungir drengir. En í hvert sinn sem þeir geistust fram og hrópuðu Allahu Akbar, urðu óvinirnir dauðhræddir og flúðu sem fætur toguðu. Munið þið eftir því að það sama gerðist í umsátrinu Tabasi. Eins og foringi óvinana við Tabasi sannfærðist borgarstjórinn loksins að hann gæti aldrei unnið þennan hóp karla og drengja í heiðarlegum bardaga. Hann áleita að hann yrði að beita þá brögðum. Hann sendi því skilaboð til Vahids. Í þeim stóð að hann og vinir hans hefði ekki skilið hvað Vahid vildi. Þeir hefði haldið að hann ætlaði sér að verða mikill foringi í borginni. En nú skildu þeir að hann vildi aðeins flytja þeim boðskap Babsins. Ef hann kæmi til þeirra, myndu þeir semja frið, en ef hann gerði það ekki, yrðu þeir allir drepnir. Vahid vissi, líkt og Kudus í Tabasi, að þeir meintu þetta ekki. En honum fannst rétt að flytja þeim boðskapinn. Það var komið vel fram við hann og þá fáu sem hann tók með sér til funda við þá. Óvinir þeirra þorðu ekkert að gera á meðan vinir Vahids voru enn í virkinu. Þess vegna létu þeir hann senda bréf til virkisins, þar sem hann átti að segja vinum sínum að koma til höfuðstöðva hersins.
En þar Vahid grunaði að borgarstjórinn ætlaði að drepa þá alla því að þeir kæmu út, skrifaði hann, svo lítið bara á, annað bréf. Bréfberinn átti að eyðileggja fyrra bréfið og fara með síðara bréfið til virkisins. En þessi bréfberi sveik Vahid. Hann eyðilagði síðara bréfið en fór með það fyrra til virkisins. Og þegar þeir sem voru í virkinu kom út úr því, var ráðist á þá og flesti þeirra voru drepnir. Eftir þetta voru borgarstjórinn og félagar hans ekki lengur hræddir. Þeir tóku Vahid af lífi og þá sem höfðu komið með honum. Þannig dó annar hugrakkur maður fyrir málstað Guðs. En hann hafði eignast mjög marga vini sem héldu starfi hans áfram.